Hvenær byrjaðirðu að veiða? Það var þannig að þegar ég átti 40 afmæli, þá hafði ég aldrei veitt nema í Súgandafirði á bambustöng með öngli á endanum. Og það var svo mikið af sílungi þar undir bryggjunni. Það komu heilu torfurnar. Það voru hengdir þorskhaus á bein undir bryggjuna, svo maðkaði það, maðkaði tuttist í sjóinn og fiskurinn lá í þessu. En það var rosa tilviljun ef maður fékk fisks. Hann lá bara í maðkinu, sko. Ef maður haft háf eða net til að kasta þá var það í lagi. Þá var torfur með bara, já, 100 silunga í, sko, sem gekk þarna. En svo veiddum við þar, þegar ekki klára sjó, þá veiddum við í háf, marhnúta til að leika okkur bara, hendaðum við sjóinn. En svo veiddum við bæði rauðsprettu og sandkóla. Rauðspretta var ofsalega fínn matur, en við hendum sandkólan sem var borðað seinna og lúxusmatur líka. En hann var ekki borðað þá. Og þegar ég er fertugur þá gefa þeir mér stöngina mína, hjólið, veiðibox og veiðitösku. Sem þú átt enn? Sem ég á enn, notaði alla ævina, ég var að veiða, sem ég á enn, en hjólið er nú bilað. Og þeir fóru með mig í á, ég man ekki, við fórum í Ósa til að veiða og þá var bara veitt á maðk og spún þar. Og ég man að ég fékk 21 silung, var langhæstur af þeim. Þá fór ég með Bens og Didda, sko. Þeir veiddu eitthvað 10 og 15. En mér gekk svona vel. Og þessi veiðarfæri á ég ennþá og notaði þar til ég hætti, sko. Eða núna, fram á þennan dag. Já. Svoleiðis að það er eiginlega forngripir hálfgerðir. Hverjir gáfu þér þetta? Bensi og Diddi. Við fórum mikið saman í veiði líka, sko. Já. Og ég fór í mjög margar ár, skemmtilegar. Leigði nokkuð við á í Dölum í 5 ár, með fleirum. Og það var meira samkomustaður og skemmtistaður með flötunni. Það var ekkert eftirlit með veiðinu, við máttum veiða hver og hvað margir sem við vildum. Það var hægt að ganga á 2 staði til að veiða silung í soði, fína silung. Svo var laxar, það veiddi svona 60 að meðaltali yfir árið í ánni, silunga. En áin var full af laxi í fljóti sem var þar. Stórum laxum, það var ekki nokkur leið að veiða á. Þeir gengu á milli í torfu, það var risa laxar, gamall orðinn og dökkur. Maður fékk kannski 1 og 2 laxa, nema einn sem var mjög harður, sko, hann fór á undan öllum og hann vitinn þá nokkuð. En það var tilviljun að fá lax. En silungur var mikið von. Og þetta var svona meira sumarbústaðarferðir. Ég bauð öllum ættingjum og vinum og kunningi þannig að þeir tjölduðu bara í kring, það var svo stór flöt. Svo borðaði það hjá okkur, sko. Það var svona meira fjölskyldu familji þannig. Þar byrjaði Hill að veiða og kunni ekkert að veiða. Og byrjaði strax með flugu, það var aldrei sérstætt. Hann var aldrei notað neitt nema flugu. Það var drjúgur. Manstu hvaða árið þið voru með miða og leigu? Nei, ég man það nú ekki, ég var þá sveitarstjóri, sko. Gat skroppið helgar og í fríum sem ég átti, sko. Það var ansi skemmt. Ég vissi eiginlega aldrei með hverju ég var. Ég fór aldrei á fundi hjá veiðifélaginu. Borgaði 5.000 held ég fyrir árið í minn part fyrir það. Og svo var þetta meira svona vina og ættarmót alltaf. Kom skildfólk og vinir alla og mínir líka, sko. Voru þarna að veiða og að leika sér bara á túnnu í fótbolta. Það var ekkert eftirlit með veiðinu, sko. Við vistust
við hafa okkur eins og við vildum bara. Já. Það var mjög skemmtilegt. Og svo fór ég í ansi góðar ár og svona. Ég veiddi aldrei nema með maðk og spún, sko. Og veiddi nú í það, eða ekki? Jú, fór víða fínar ár. Ég fór þarna, ég man ekki hvað það heitir, það var Vesturá, Miðá og Austurá. Það var svaka mikil veiði þar, maður kom með 4-5 laxa fyrir hátíð, annars eftir hátíð. Í Vesturánni viti maður að var allstaðar öruggur með laxa, sko. Þar viti maður 4-5 fyrir hátíð, annað eins og meira eftir hátíð, sko. Í Vesturá voru bara 12 pundar laxar. Akkurat. Já. Bara svo stærð, það var dálítið sérstakt, sko. Allar þessar voru fullar af laxi, svo var þeim eitthvað misboðið sem ég kann ekki rosalega flott gistingar, það var eins og hótel, maður fór í dökkfötum kvöldis í mat, allt eftir því, fórum alltaf með konurnar með okkur, sko, og svo víða, ég fór einu sinni í Haukadalsá, aðalveiðisvæði, og oft í efri hlutan og hinar og þessar ár svona, og það var félagsskapur og svo var bara svo mikil veið af þeim árum. Maður kom alltaf með fullt af fiski heim, sko. Já, svo gistum við í veiðihúsum og á Blönduósi líka stundum í Kvennaskóla, það var leiður út. Já. Þetta var svona ansi mikla hópferðir, sko, skemmtilegar. Tóku þá krakkana yfirleitt líka með, oft. Ekki alltaf, ráðskonan í frystihúsinu, hún passaði heimilið þegar við fórum að heima. Og þá var ekki tíska að taka börn með sér þegar maður fór til útlanda. Við skildum þau yfirleitt eftir heima, með bara ráðskonar. Ekki þeirra borg undir þessa krakk? Það var ekki tíðarandi þá, sko. Nei. Það var margt skemmtilegt sem skeði. Hilmar hringdi í mig einu sinni, Hilmar Sigurðsson minn. Hann átti veiðidag í Grímsá og hringdi norðan á landi, gat ekki farið. Og hann bað mig að fara fyrir sig, ég mátti hafa mann með mér. Svo við Ásgeir fórum og hann var búinn að lýsa veiðisvæðinu. Og það var enginn þarna til að taka á mót okkur og við hefum aldrei komið nálægt annir áður. En vissum svona nokkurn megin hvar það var, en það var illa merksamt. Og svo förum við að efstu mörkunum. Þar vantaði alveg merki. Fórum á bíl þarna niður alveg. Þar vantaði merki milli veiðistaða. En við vorum búin að reyna aðeins á Flatlendi, en það rétt fyrir ofan var foss og þar var alltaf að stökkva stórir laxar, sko. 3 og 4 í einu upp í fossinu og detta niður. Svo við förum aðeins nær fossinum og það var bara þegar við köstum í hylinn fyrir neðan, þá var lax á. Og við vissum náttúrulega að við vorum að viðkvæmum stað. Svo ég sagði, Ásgeir, við skulum ekki láta bera mikið á þessu. Og við fórum, drófum hann á jörðinni, laxinn. Það voru skurðir þarna sem við settum þá í. En það var, fyrir handan á bakkanum var fólk að heyja og sá náttúrulega til okkar. Svo erum við búin að setja held ég bara 2 laxa í skotti og ég segi við Ásgeir, við megum ekki, ég var búin að veiða þó nokkra laxa, stóra og fína. Við megum ekki draga laxana af bílunum fyrir að skyggja, við verðum að vera hérna því fólki sá til okkur. Ég þorði ekki öðru. Svo við vorum að dúlla og bíðum eftir að færa að skyggja. Þá kemur maður og hilsar upp á okkur. Og við bjóðum bara góða kvöldið og hann spyrir veiðum. Jú, við erum búin að fá 2 laxa og þeir fallið, já, hvort að sjá þess að ég opnaði skottið og þar lágu 2 fallegir laxar og hann segir,
þeir voru nú ekki alveg á réttu stað. Nú já, segi ég. Já, þessu var nú lýst fyrir okkur og við vissum ekki hvert við ættum að snúa okkur. Það bara er svo illa merkt og það var alveg staðið. Merkið var horfið. Við fórum á merkinu og aðeins var við vissum þau og náðum að kasta það upp í hylinn. Fólki sá okkur vera að draga laxinn alltaf. Og hann segir, já, þetta er náttúrulega ekki nógu gott. Nei, því miður, segir ég, en ég held að væri nú einhver vörður til að fylgjast með og sjá að merki væri í lagi, segir ég. Er voðalega kurteis og prúður við hann. Og hann segir, já, ég ætla nú ekkert að gera í þessu núna, segir hann við mig. Nú það er nú fallegt, segir ég. Við gerðum þetta óviljandi. Við vissum að við værum eitthvað á markörðum, en fundu þau ekki því að vantar all merki og við snertum ekki við slíkust. Já, það er alveg rétt hjá það, segir hann. En ég ætla nú að sleppa ykkur, sagðar, við þeir sem á undan ykkur, þeir eru svo miklu dónar og kæft forir að það er alveg hörmum. Ég ætla bara að þakka ykkur fyrir kurteisina og frúmennskuna og óska ykkur bara góðrar ferðar heim, sagði hann. Það var Skarphéðinn og ég man ekki hver var með honum. Þeir yfir svo mikið kæftuðum. Við sluppum á kurteisinu, sko. Það var ansi gaman út af þessu sig. Hefur einhvern tímann veitt 20 pundara? Já. Ég veitti 20 pundara. Ég var með hérna alla vini mínu Kemp. Ég man ekki hvað áin heitir, það voru svona hólar þar miklir. Það var fyrir norðan, ég man ekki hvað hann heitir. Þar vorum við að veiða, ég og Alli, og Magnús og bróðir hans úr vélsmiði Njarðvíkur, ykkur þriðji maður. Og svo fer Alli út í Hólma sem var þar. Var stífilega alveg á tapp, sko. Þurfti að vaða svona nokkra metra til að komast á hann og kastar þar niður og veiðir lax eins og skot. Þokkalega lax, 5 eða 6 punda. Svo hann kemur í land og segir, já, nú ert þú næst, Jón. Svo hann styður mig út í Hólma, ég var alltaf lélegur að vaða, því ég sá ekki til botns eða neitt svona. Og ég fer í Hólmar og seti eitthvað fast. Það er alveg steindautt og ég segi við Hilmar, ég hef sett í bara kjörði eitthvað járn, þetta er svo þungt, ekki nokkurt lífsmark. Ég var lengi að ná þessu. Svo loksins nægiði, þá sé ég sporð alveg kolsvartan og svo haus alveg kolsvartan og kom þessu. Þá var þetta yfir 20 punda lax og hann var bara að drepast, hann var svartur og hann var að drepast kjeftur að húkkaðist einhvern veginn í hann. Hann var að drepast, að lokast fyrir elli og hann var stór, langur, grindhoraður og ég sagði við alla að ég get ekki farið. Þá var hérna Kvennaskólinn á Blönduósi að loka, búinn að loka, en við fengum að gista þar fyrir náð, ég og Alli. Hinir voru í veiðihúsinu, það var fullt, sko. Og ég sagði alla, það get ekki látið fólki sjá þennan lax, hann er svo ljótur, ég vil ekki láta sjá hann. Og við pökkuðum honum bara inn, þannig að hann sæist ekki. Og hann reyndist rúm 20 pund. Og ég lét reykja þetta og hann var bara allt í lagi að fóra. Djöfull var hann ljótur honum. Já. En það voru þannig vestur á, mið á og austur á, þar voru stóri laxar, sko. Það var alltaf 12 punda, það var svo skítið í Vesturárni, 12 punda lax. Og menn fóru fyrir hátíð og fengur 3 upp í 5 og 6 laxa, voru að drepa stundir að bera þetta.
og eins á seinni tíma sko. Áin árnar voru fullar af laxi. Og það var svo skrítið, þar voru álar, 3 álar á veiðistað, og sá maður uggana upp úr. Þetta voru svona álar rennur sem við lágu í. Svo erum við þarna eftirmynda minni mig. Ég og Bensi og Diddi voru þá saman og ætlaðum að drífa okkur. En þá sjáum við ugga í einni rennunni. Og þá segir Bensi, þeir voru svakalegir veiðimenn, lungnir, þekktu alveg hvern hýl sko, og veiði staði. En þá segir Bensi, nú skal ég sýna ykkur hvernig á að veiða svona lax. Og við erum langt frá. Hann kastar spún og hann lendir á fiskinum og hann stekkur upp og spriklar og hann halar inn og rosalega læti í honum. Og hann halar inn og svo löpum við í áttina. Hann nær honum á land og leið og hann kemur á land, þá var hann laus. Þá hafði kappellast sporðin á hann. En við náðum hann, við stukkum á hann og héldum hann. Það var 6 eða 7 lax. Það var dálítið heppni, skrítið. Og stóðum maður í fossi þar fyrir ofan, í Austuránni, þá var hann að stökk stundum í gegnum klóðið á manni. Það lág þegar maður gæti grípið hann. Þetta var svaka mikil veiði miklar veiðar og skemmtilega. En þetta var mjög skemmtilega og lúxus að vera þarna sko. Ég lenti í því, ég fekk fyrsta laxinn og sá sem fekk fyrsta laxinn, hann átti að leggja hann í matinn og ég sá voðalega eftir því. Það var nú allt í lagi sem það fekk svo nóg að laxinn. Nema það var alltaf veisla síðasta daginn, það var alltaf kjánaleg. Voða flott borðhald og dans og gaman svona, en þá var smakkað vín. Og þá var vandinn að maður gat ekki keyrt heim nema að sofa þetta betur úr sér. Og þá fórum við niður á Blönduós, gistum þar í Kvennaskólanum, eina nótt til að fá okkur í lag. Og þá fórum við upp í vatn sem var þarna stund kartað fyrir silung. Og mamma þín var nú engin veiðimanneskja, en hún var svona nýstífilum bara. Og ég segi við hana, nú veiði þú fyrsta fiskinn, það var silungur hérna. Og hún veður svona upp í ökla og kastaði, ég man ekki hvort ég kastaði fyrir hana, með maðk og flotholt bara. Svo fer ég í land og þá hrópar hún, það titrar allt þegar mér að titrar, og hún hendi stöngin út í vatn. Hún kunni ekki, var hálf hrædd bara. En við náðum í stönginu sko, gátum kasta á hana vitt og það var silungur og það var svona margt spegilegt sem kom upp á. Þetta voru svaka skemmtilega ferðir. En þetta voru líka bara svona gaman með kunningi sko. Við vorum ekki alltaf endilega á kafi í veiðinu þó það verið gaman líka sko. Svo fór ég oft í Haukadalsá fyrir ofan vatnið. Þá fór ég með Ingólfi vini mínum. Hann átti þarna sumarbústaðinn hús foreldrana. Brautarholt? Já, Brautarholt. En hann hafði engan áhuga til að veiða. Þá byrjuðum við efst og ég kastaði alltaf í hýluna fyrir neðan litla fossa og maður fékk alltaf silung í hverri fossi. En þá máttum við ekki fara nema niður að vatninu sko. En svo vorum við einu sinni að veiða þarna fyrir ofan og maður mátti fara nálægt vatninu. En hafði einhver eyðilagt merkin, bannmerkið. Þá var ég og pabbi þinn og Ásgeir og kvenfólki með okkur og Hallgrímur líka. Og þá förum við það sem áin kemur í vatnið og köstum. Leið og kasta var það var silungur á.
Það var ekkert nema að landa og kasta og kasta. Við drófum þarna 10 af löxum. Þá kom maður og sagði að við mættum ekki veiða. Það hefur silung eða ekki? Þetta var silungur, já. Svakalega, það var ekkert nema að draga í land, bara maðkur sko eða spúnn, alveg saman leiða dætt silungur á. Þetta var rosalega gaman. Já, já. Ég var hann líka. Þú varst þarna líka. Svo kom maður og sagði okkar, við bentum á að við værum ókunnugir þarna, ekkert merki sko. Og hann tók það gilt hjá okkur. Það var brúðmenn eitthvað. Það voru margar veiðisögur sko. Og til þess í miða á í Dölum, þá var nú treg veiði nema silungurinn, það var alltaf hægt að ná í hann. En svo áttum við að loka, ég, Hilli, og ég man ekki hvort að Ásgeir var með líka held ég, og Ásgeir frændi, ég bauð honum að koma með. Það var á sem rann í þvert við á, og það mátti veiða upp að brúnni þar. Þar var svaka hár foss og ég var búinn að fara til bændur og spyrja hvort það gengi ekki upp þennan foss laxinn og þeir sögðu nei. Og þar var lax erfitt að ná honum en náði stundum inn í brúnni og það fyrir neðan. Það var fallegur lax. Svo fer ég og við að loka sem kallað að ganga frá húsinu og snirta það til og svona fyrir veturinn. Og þá dettur mér í hug að ég segi svona, eigum við ekki bara að fara og kynna okkur ána þarna fyrir ofan brú. Einhvern veginn hef ég kallt hana grunu að það var logið að þér. Og við förum þarna rétt fyrir neðan bæinn svona skál svipað á íbúðum hérna. Mikill foss fyrir ofan og svona stór skál. Bara fulla laxi. Og ég man eftir því að Hilli kastaði fyrst og hann var með flugu. Öngullinn, hann raknaði að svo. En við bara köstum og það var lax á hann leið. Þá hafði logið að okkur mennirnir. Þeir hirtu þetta haustið bara. Net. Við fórum þarna með mikla veiði heim kvöldið sko. Þetta var svona skrítið hjá það sko. En við fórum aldrei upp fyrir búinu af því þeir sögðu okkur þetta sko. Hann kæmist ekki upp fyrst. Já. Það var þessi mikill farsko en hvað fer ekki lax? Þetta var upplægt. Já. Svona gekk þetta nú til stundu sko. Svo voru náttúrulega alls konar sögur sem maður segir ekki frá og það er svona mistök stundum eins og gengur sko. Menn fóru stundum yfir merki. Maður gleymir því. Þetta voru yfirleitt mjög skemmtilegar ferðir og gaman. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después.